Þá komið að því að gera spurningagerðina að para saman og eins og venjulega þá getum við valið tvær leiðir. Við getum farið inn í author, questions og valið create new eða farið bara beint í create new hér. Ég smelli á það, ætlum að velja matching and pairing sem er hér. Smelli á það og fæ upp spurningagerðina og hún kemur sjálfkrafa með 2 dálkum og 2 línum. Ég ætla hins vegar að hafa þetta 3 dálka og 3 línu sem ég ætla að setja saman. Þannig ég ætla að byrja á því bara að búa til spurninguna sjálfa. Að ég fer fyrst í línurnar og þær eru hérna 3. Ég ætla að það á að para saman skráarendingar og myndir. Þannig að í rows eða línurnar þá ætla ég að hafa hérna mynd og ég ætla að hafa PowerPoint og ég þarf að bæta við einni línu sem væri þá Word-skjal. Þá er ég komið með það og þá þarf ég að fara inn í columns og bæta við eða skýra þá sem ég ætla að hafa, þannig að það er JPG. Þú veist að hafa þetta bara allt með stóru stöðum. Kemur fallir út á þessu. JPG, þá er það komið og þá þarf ég að merkja við hvað af þessu er hvað. Þetta er augljóslega PowerPoint er ekki með þessa rendingu, það er með þessa rendingu og Word-skjalið er þá hér. Þannig hér myndi vera réttu svarmögulegarnir. Þannig ég geri vist á þetta hér og fer í augað og skoða hvernig þetta lítur út og þá er ég með nöfnin á skránum eða skráantegundirnar og hér eru skráarendingarnar hérna uppi. Hvað er PowerPoint endingin? Myndi hún vera þessi, myndin væri JPEG og Word-skjalið væri Docs og ég kíkja á svörin og ég fæ 3 af 3. Ef ég pröfa að skrifa hérna bara svona, ég hef ekki hugmyndum hvað neitt af þessu er, check answers og ég fekk 3 röng. Það var allt villust hjá mér. Try again að þá fæ ég 2 stig. Þetta er mynd, PowerPoint eða PTX og ég fæ 2 stig af 3. Nú gæti það verið að ég vilji ekki hafa þetta er tiltölulega létt spurning, eiginlega bara mjög létt, þannig ég vil ekki hafa það að hún sé 3 stiga spurning. Ég get valið þá að fara inn í spurninguna sjálfa aftur, hérna. Nei, ég bara ignorið þetta, ég ætla ekki að fara inn í það, ég ætla að fara inn í marks og þá fæ ég hér að hvert svar er 1 stig. Ég get dregið frá fyrir röng svör og allt það og ég get hreinlega ef ég vil að þetta sé ekki nema fyrir hvert rétt svar er bara 0,33. Það sem ég þarf að passa er að nota ekki kommuna, heldur punkt. 0 ef ég sé að gera kommuna, sjáum við þá þurrkar hún hann alltaf út. Þannig að það er 0,33 fyrir hvert rétt svar og ég verð að færa það uppi ef hún gefur hérna, svarar fyrir allt hérna, að þá verði ég að vera búin að skrifa 1 hér. Þetta er bara 1 stig spurning og það er 0,33 fyrir hvert rétt svar. Ef ég hef ekki 1 hér, þá væri þetta bara 0,99. Þannig til að koma veg fyrir það, þá merki ég hana svona, vista aftur og skoða núna í auganu hvernig þetta lítur út. Og þetta er hérna, Word-skjalið er Docs og PowerPoint er PPTX og þá segir hún hérna 0,66 af 1 og ég get reynt aftur og aftur. Ég þarf að láta hafa réttan texta hérna. Þannig ég skrifa hér hver textin minn á að vera sem að í þessu tilfellu væri að para saman rétta skrá við rétta skráarendingu. Þannig að þegar það er komið þá sé ég hvernig það lítur út og ég þarf að skýra náttúrulega spurninguna sjálfa líka til þess að einfalda fyrir mér þegar ég er að leita þessu og allt það. Fari hérna. Ég læti hann bara heita skráarendingar. Ég vista þetta og skoða aftur hvernig þetta lítur út. Para saman skrá og rétta skráarendingu. Já, það hefði átt að vera hér. Þannig að eins gott ég skoða þetta. Þannig ég þarf að fara aftur inn í, ég ætla að taka þetta hér út og ég ætla að setja það hér.
please match the values, ég vil hafa það hér, close og vista, paraði saman skrá og rétta skráarendingu, þá kemur það svona. Þannig að ég sáttari við þetta svona. Þannig að hér þá bara spurningin tilbúin og ég smelli á save.